Þær eru komnar til mín Auður og Vala Kristín og þær eru að skipuleggja Hofsós heim. Velkomnar. Takk fyrir. Það er bæjarhátíð. Já. Sömu helgi og hátíðin sem ég var að tala áðan, lummudaga. Já. Þannig að það verður stuð í hérna Skagafirði. Já, það má segja það. Það er bara hver mínúta skipulögð hjá okkur Skagfirðingum. Já. En það svona var smá, hvað maður segja, ruglingur bara í hérna, hvað var að segja, skortur á samráði. Er það ekki til? Er ekki bara, já. Þannig að hérna, við ákvæmum bara að gera gott úr þessu og erum bara í samstarfi og hérna, erum svona að reyna að skipuleggja þetta svona pínu að keppast kannski saman fólki? Já, samt ekki. Fólki má bara fara á rúndum fjörðinn. Ég held kannski að þetta verði bara fyrir vikið stærri segull. Já, er það ekki? Jú. Þeir sem eru að koma langt að bara, ég hefði nú förum við, það er þarna 20 í gangi. Já, við getum valið. Þannig það er bara jákvætt. Þó við reynum kannski á komandi árum að stilla þessu ekki upp sömu helgin. Ekki nema þetta verði svona briljant að við ákveðum að gera þetta alltaf svona. Kemur í ljós bara. Þetta er í fyrsta sinn sem þetta lendir á sömu helgin eða hvað? Já. Hvað er aftur Hofsós heim gömul hátíð? Sko Hofsós heim er ekki gömul hátíð. Hún er raunin, þetta er annað árið sem við höldum þetta undir þessum formerkjum. En það hefur verið bæjarhátíð á Hofsósi í, 17 ár. Það var alltaf Jónsmessuhátíð á Hofsósi. Og svo ákváðum við að breyta nafna því að þetta var ekki lengur, dagsetningin var orðið ruglandi og þetta var ekki lengur Jónsmessu. Og svona, þannig að það er svona, við erum svona að byrja Rakel hérna einmitt á N4. Við fengum hana til þess að hanna fyrir okkur nýtt logo og þannig að við erum svona í þessum vaxtarskrefum, ef svo má segja. Já. Og hvað, ef aðeins að stikla á stóru, hvað verður í boði hjá okkur? Hvernig það lítur út? Hátíðin? Það verður bara ýmislegt í boði. Við verðum með bara jóga og sjósund og veltibíllinn ætlar að koma til okkar í boði Vís. Listasmiði fyrir börnin, fjársjóðsleit í fjöru, varðeld, 2 böll. Gerðmyndur og stjórnin og smá böll. Og landabandi frá Siglufirði og við svona erum að hérna, okkur, sko ég er svona aðdáandi þessara balla þegar maður getur tekið upp hald og tekið djútt og tyst og hérna vals og ræl og allt það og mér finnst það Þau eru svolítið sjaldgæf, þau böll. Já, það er svona réttaböllin kannski hérna helst sem að haldast svona og þorrablótin. Þannig að okkur, mér finnst svona einhvern veginn, samskiptin á svona böllum eru skemmtilegir. Það er verið að bjóða upp og rífa gamla vini í dans og hringdans. Og þannig að hérna, það er eitt svoleiðis ball. Kokkurinn og svoleiðis. Svo erum við með alvöru dundurball sem við erum mjög ánægð með. Það er hérna stjórnarballið. Og vöndum okkur mikið við það. Ætlum að gera það vel. Og svo er semst svona úti fjölskylduball bara niður í fjöru. Já, bara dansaði í fjörunni? Eða hvað? Já, bara. Eða svona brekkusöng og dans og grilla sykurpúða fyrir börnin og svona. Og auðvitað náttúrulega eins og þessi dagskrá, hún byrjar á fimmtudegi og það er svona þessu líkur á sunnudegi. Þannig að það er alls konar, þetta er mjög svona. Nú er fiskur aðalmálið á Dalvík, það er lummur á Sauðárkróki. Er þið með eitthvað svona í gogginn sérstakt? Við erum með kjötsúpu. Við erum með kjötsúpu. Og grillveislu. Sem eldri borgarar sem sagt búa til. Er það á fimmtudeginum eða? Það er föstudeginum. Það er sem sagt ganga á Ennisnjúk, bæjarfjallið okkar og fjallganga sem er svona fyrir fólki í gönguformi. Og á sama tíma er svo önnur ganga líka sem er svona söguröld gamla þorpið. Og svo kjötsúpa sem sagt á eftir þessu. Og svo er alls konar förðunarnámskeið og hérna þú veist, skotboltamót og þannig að við getum eiginlega ekki farið að þylja upp alla dagskránni. En hvað, rifið eftir upp með mér, hvað búa margir á Hofsósi? Það eru 150 manns og svo sveitirnar í kring. Já, þannig að. Þetta eru mikið brottfluttir sem eru að koma heim. Já. Það er svona, fylla tjaldstæðið og gistingarými og svoleiðis. Já, fólk nýtir þessa helgi til að heimsækja foreldra og frænkur og afa og ömmu og það er líf í bænum. Og hvað er svona annars helst efst á baugi hjá okkur? Ég heyri að það vantar leikskóla. Er það ekki? Jú, við erum með svona bráðabirgða hérna leikskóla. Þið eru báðar með hvað, lítil börn í leikskóla? Já. Ég er með 2. Ég er með 2. Já, það er sem sagt. Við bíðum spennt. Já. Eftir leikskóla. Af því að hann var lagður niður eða lokaður út á myglu eða hvað? Já, það kom upp mygla í gamla húsnæðinu. En nú bíðum við spennt eftir að
nýr leikskóli rísi við grunnskólan, eða verið byggt við. Þannig að það hlýtur að fara að gerast. Það eru íbúasamtök Hofsósi sem heita Byggjum Hofsós og nágrenni og við höfum svona verið hvað ég að segja, okkar svona helsta markmið að við söfnum fyrir Æslabelg sem á skólalóðinni. Hoppið tína. Þess vegna sem við erum í þessu brasi að halda bæjarhátíð svo að við erum í þessum íbúasamtökum, erum í stjórn þeirra og það komin Æslabelgur á skólalóðina og við erum búin að festa kaupa á svona aparólu sem að við erum á leiðinni og við veitum ekki alveg hvað hún hvort þessi komið til landsins eða hvað, þannig að við vorum svona vonast til þess að við næðum að setja henni upp fyrir hátíð en náðum þínu kannski ekki. Við skulum sjá til samt, við erum ekki alveg búin að Þannig að þið búið þarna og takið þá þátt í bara öllu sem hægt að taka þátt í það þarna þá íbúasamtökin og þið skipuleggið hátíðina, eitthvað fleira sem að þið eru með puttana í þarna? Sko, það er náttúrulega hægt að vera í öllu, það er mjög mikið félagslíf á litlum stað. Ég kann ekki gera neitt í höndunum, þannig ég er ekki í handverksfélaginu Fléttunni. Ég er ekki eldri borgari, ég má ekki vera þar. Og svo er náttúrulega Lionsmenn og Björgunsveit og það er mjög... Kvenfélag væntanlega? Já, svona, hvað kallar það, Slysavarnafélagið Harpan. Þannig að það er alveg nóg að vera fyrir það maður situr ekkert bara heima sko. Nei. Og þú býr ekki á Hofsósi í þorpinu heldur í sveit bara? Já, ég býr bara á Ennisnjúk, fjallum sem álapa, þannig að það er bara 4-5 kilometrar frá. Með búskap? Með, kindur og hesta. Akkurat. En við bíðum eftir leikskólanum, segið þið? Já, og við bara höfum full trú á því að hann komi bara von bráðar, bíðum bara eftir útboði og og það er svona kannski pínu sem er... Við höldum veislu þá, eða ekki? Jú, við höldum veislu þá. Íbúasamtökin. Er það þannig að ágóðin að þessari bæjarhátíð, er hann þá að fara í íbúasamtökin? Er það þannig sem það virkar? Já. Í uppbyggingu svona, við reynum að kaupa eitthvað fyrir þessi fellur til. Einhvern tímann í fyrra var nú ætliði hann að kaupa stóla í félagsheimili og svo er mér vissanlega bent á það að hann kannski ekki í okkar verkahring. Maður er svona kannski stundum vill þetta skarast, maður er svona orðin of, kannski, þú veist... Bara æstur í að láta hlutina ganga, sem er gott. Já, þannig að við hefum átt mjög gott samstarf við sveitarfélagið og þeir Þeir koma móts við okkur eins og þú veist. Þeir við kaupum belgin, og aparóluna. Og leggja til og styrkja okkur í eins og þessari hátíð og greiða fyrir vinnu við að setja inn í þessi leiktæki og þannig að við hefum mjög góða bakhjarla sko. Þannig að það er fleira að gerast í Skagafirði en bara Battle of Iceland sem er samt alveg stórmerkilegt. Mjög stórt apparat. Ertu búin að fara að sjá? Nei, ég er búin að fara að sjá. Ekki heldur, þannig að við höfum þetta allar eftir. Þannig að okkar gestir vonandi verða duglegir að kíkja við og sjá. En við náttúrulega erum svona að stíla inn á það að þetta er svona þetta Hofsós heim, að fólk sé að koma heim og það sé heima fólk sem að tekar á móti þeim og við erum að laða til okkar þetta brottflutta fólk sem að býr yfir einhverju mannið og hefur eitthvað fram að færa Eru þið með einhverja tölur frá því fyrra? Hvað komið margir, vitið það? Nei, við vorum að gera þetta í fyrsta skipti og náttúrulega gerum við gerum bara fullt af mistökum og Lærðu það þeim? Já, gerðum náttúrulega alveg margt líka vel en það var alveg margt sem hefði betur mátt fara og erum enn að gera mistök núna í annarskiptið, við finnum það alveg að það er margt sem að við þurfum enn að bæta okkur í sko. Slípist bara. Já, við erum sjóaðir enn í fyrra. Við hvetjum bara brottflutta á alla sem hafa áhuga að kíkja í heimsókn að mæta á Hofsós. Það er allavega klárlega Allir velkomnir. Stíga dans í Höfðaborg, það er alveg ógleymanlegt og geggjað, held ég. Það er svona eins og sveitaball, gamla dag. Sama hvort það er að föstudags- og laugardagskvöldi, þá er eitthvað... Takk hérlega fyrir komuna og bara góða skemmtun á Hofsósi. Takk fyrir kærlega.